Góðan daginn. Það helviti langt síðan við vorum seinast. En já, vorum að vinna í alls konar, svo með jól. Ég þurfti að fara í endurtekt í prófi. Það var ekki gaman. Fyrsta og eina endurtekta mín. En ég sem sagt Vigdís og í öllum þáttunum og þáttastjórnandi. En ég set svo hérna með Hreim, viltu ekki neði? Já, sæl, ég Hreimur, ég tölvunarfræði HR og mér spenntur að vera þetta bara. Já. Hreimur sem sagt mun taka við að mér, þannig ég að kenna hann bara allt sem ég geri. Þannig að það fyrsta sem hann að fá að gera að taka þátt með mér. Svo ég get fara að gera svo eitthvað annað, af því ég að fara að útskrifast. Þannig ég búin að vera bara á fullu í lokaverkefni og starfsnámi og mastersáfanga. Veit ekki alveg af hverju ég ákvað að taka, ég tók masters. Hvað áfanga? Hann heitir Cyber Security Management and Compliance eða eitthvað, hann heitir COPS. Og þetta tölvuneturöryggi og svona meira með lögfræði hliðinni. Já. Og mjög góður áfangi, mjög ánægð með hann. En ég tók mastersáfanga seinstönn og mastersáfanga núna. Þannig ég bara, úps. Ég sem sagt ekki master, ég í BS. En þetta gerir það verkefni, ég ætla að fæ að gera 2 einingaverkefni, bara svona eitthvað einstaklingsverkefni. Þannig ég þarf ekki að vera í 30 einingum á þessari raun, af því ég var í 32 ára seinstönn. Já, það hljómar það bara mjög næs. Já, það ekki? Jú. Það er mjög næs. Og verkefni mitt ándjóks að skrifa skýrslu podcastið. Ok. Og bara allt ferlið að taka upp, í rauninni að byrja þetta podcast. Já. Hlaðvarp. Já. En þá æfa mig. Já. En já, allt ferlið að byrja þetta hlaðvarp og upp á af því þetta svona að kenna og fleira og okkur sliðis. Þannig að í rauninni manneski, þú gæti til dæmis lesið þetta og vitið nákvæmlega hvað það gera. Já. Ég þarf bara að byrja þessari skýrslu. Vonandi hár Jackie ekki að það. En já, í dag ætla allavega að tala backups eða öryggisafrit. Ég vissi ekki að backups væri öryggisafrit fyrir ekki heldur. Ég las þetta og fór að skrifa þetta skrift. Mér finnst þetta mjög fyndið orð akkurat, öryggisafrit. Þetta alveg gott orð fyrir þetta og þetta lýsir þess alveg frekar vel, en já, mér finnst íslenskt orð alltaf akkurat yfir svona tölvuhluti mjög fyndin. Já, þau eru mjög fjölbreytt og áhugaverð. Já. Og stundum þá bara fattar maður alls ekki hvað orðið verið að tala um. Nei, nákvæmlega. Ég man ekki að það var sagt eitthvað við mig daginn og ég horfði bara manneskina ég vissi ekkert hvað var að tala um. Svo var þetta bara eitthvað mjög basic en eitthvað bara íslenska orðið hljómaði bara þetta. Já, það eins og það var eitthvað rosalega skrítið orð yfir hashing. Ég fór yfir það í einhverjum þætti af því ég komst að því í miðjum þætti af því ég hafði ekki hugmynd. Það var eitthvað hakkafall eða eitthvað, ég man ekki. Hakkafall? Það var eitthvað þannig. Ég man ekki, alveg nákvæmlega, en þetta bara, mér fannst þetta ógeðslega skrítið. Já, ég trúi því. En já, við ætlum allavega að tala um það og líka bara mismunandi tegundir af öryggisafritum og mikilvægi þess og alls konar í rauninni. En þetta var bara stuttur og þægilegri þáttur, sérstaklega því við erum ennþá að koma tilbaka í þetta. En bara svona til að byrja með, þá ætlum við bara að tala um hvað þetta hvað öryggisafrit er. Já, akkurat öryggisafrit þá bara mjög mikilvægt og þá ertu að bakka upp eða ertu að taka afrit af gögnunum þá til dæmis til að eiga til öryggis ef eitthvað gerist við gögnin eins og ef harðadiskarnir bila eða eitthvað brýst inn í kerfið þitt. Þá alltaf akkurat mjög sniðugt að eiga afrit af gögnunum svo kemst akkurat á að komast upp það er svo erfitt að finna alltaf íslensku orðið sem maður er svo vanur alltaf að segja alltaf á ensku sko. Ég meina oft býið til orð á staðnum. Já, en þetta er akkurat gott til þess að hafa svona afrit akkurat til þess að koma í veg fyrir tap og þá getur maður svona kannski komið sér aftur á stað miklu hraðar ef að til dæmis segjum ef að gögnin eru eitt út óvart og þá
ertu ekki alveg búin að tapa þeim og nær þó kannski að koma þér aftur á byrjunarreit eða í besta falli að þú ert nú duglegur þá nær bara að byrja strax aftur að svo vast. Sumir akkurat eru mjög grimmir í hvað eru mikið að taka afrit af möppinu sínum og gögnunum sínum, sko. Já, guð. Ég verði að viðurkenna, ég er ekki nógu dugleg í þessu. Ekki Nei, það, já, ekki heldur, sko. ég fekk svona smá reality check þegar ég var að lesa um þetta og alveg bara, ég ætti kannski að vera að gera þetta. En svo er þetta okkur líka oft, sko, fólk lendir okkur í ykkur svona gögnum eitt eða það brotist inn í bara möppunar manns. Eða, ég týndi Já, hljóðupptökunum að þessum þætti og vorum búin að taka hann upp. Já, eða akkurat það, maður týnir einhverju og þá akkurat, þá fattar kannski fólk alltaf strax, já, það hefði verið gáfulegt að geyma afrit af þessu einhver staðar. Og ég er okkur kannski eitt af þeim heppnum sem hafa ekki lent í ykkur þannig og ekki svona maður kannski ekki nótuglega að vera að taka afrit af gögnunum sínum, sko. Já, ég kemst það meira hversu mikilvægt þetta er. En Já. eins og það eru flestir, ég meina var meira þess að ég er betri núna. En bara margir halda þau séu bara svona séu bara komin með allt í öryggisafritum, bara þeir eru notað til dæmis Google Drive Já. eða bara Microsoft OneDrive eða iCloud eða eitthvað Já, svoleiðis. nákvæmlega. En það er bara öll þessi fyrirtæki líka, þau eru að skanna gögnin og hafa fullan aðgang til Já, að gera nákvæmlega. hvað sem þau vilja við gögnin Nákvæmlega. og eru pottið að því. Ég meina ég er búin að lesa um allt of mikið af tilfellum þar sem þau eru að því. Já. Ég veit eins og Microsoft lærir af öllum gögnum sem eru hjá sér, ef ég mann rétt. Já, Google, allt sem er á Google. já, það er akkurat núna þetta gervigreindin sem er komin inn í bara Google sjálft. Ég held að þeir séu akkurat bara að skanna gögn hjá fólki og er að henda því inn í gervigreindina til að þjálfa hana meira, sko. Það er ekkert örugglega, það er skráð niður einhvers staðar að þau séu að því. Já, Og nákvæmlega. er ekki við að geta slögt að því. Nei, ég held akkurat heldur ekki. Þeir eru Ég er mjög allavega- duglegir að banna þær að slökka á alls konar svona hlutum, sko. Já, Bara þeir eru mjög duglegir að því. nei, nokkulega, þannig að það líka bara einmitt að vera með svona skýðþjónustur og okkur svoleiðis, það Já, felur alveg í sér hættur líka. En já, einmitt, þú nefndir á hvað öryggisafrit er, en bara þetta er venjulega bara afrita mikilvægstu gögninum Já. og bara geymt á öruggum og aðskildum stað. Já, já. Þannig að langflestir eru bara geymað á netinu í svona skýjageymslum, en það er alveg líka eins og flakkarar Já. og USB-lyklar og fleira. þeir eru akkurat kannski freka vinsalari aðeins svona fyrir nokkrum árum. Já, ekki það, já, nokkur flakkarar. Já, Sko. en það er akkurat, maður má helst ekki gleyma þeim því að þeir eru ennþá ótrúlega þægilegir og ég á alveg akkurat nokkra USB-lykla heima sem ég er að geyma alls konar stöf á Já, og ég er endur alveg hræðilega með það, ég er alltaf að tína USB-lyklum. já, ég er með lítið svona box inn í skúfu sem er full af einhverjum USB-lyklum. Snitt. Ekkert mertir, ekki neitt, þannig ég Nei. veit ekkert hvað er á þeim. Nei, ég meira að segja, sko, ég er með Windows stýrikerfi á einum USB-lykli. Já, Ég man já. ekkert hvaða USB-lykli. Já, ég held sem er 2 stýrikerfi á einum USB-lykli og þannig að maður hafa smá að passa sig hvað maður er Já. að setja í töluna sína. Já, nei, nokkulega. Sem betur fyrir, ég fekk lánaðan USB-lykil frá vinum mínum til að setja upp Linux stýrikerfi, þannig að Já, ég er ekki með þann USB-lykil heima. já, En, já, ég hef komin eitthvað. já, svona akkurat flakkarar og þannig og svona fjarlæganleg drif er akkurat mjög góð leið líka til þess að geyma afrit af gögninum og þau koma, það er til þetta mismunandi típur, getur verið með bara svona gamla harðadiska sem akkurat þeir hafa oftast verið bara þannig, en svo getur líka fengið þér svona með SSD-kortum, SSD Já. í og bæði hafa þetta sína kosti og galla, SSD-in eru þetta hraðari en það er oftast að svona meiri gögnum á harðadiskana en harðadiskarnir eru væntanlega það er þetta miklu meiri hreyfandi partar í þeim og þeir eru akkurat meiri líklegir til þess að bila og Já. þannig að já, það er akkurat eitt galli við akkurat svona flakkar og fjarlægni drif er bara hluti bilar yfir Nei, tímann. nákvæmlega. Það er einmitt svolítið þannig og það er líka bara að
í rauninni það er alveg góður þumbutareglur upp á þetta einmitt eins og að vera með flakkara en að skipta flakkara á x ára fresti. Já. Bara til öryggis. Ég man ekki hvað að tala Ég held mörg að ár. tala eitthvað 5 eða 7 ár. Já, Ef var ég man eitthvað rétt, þannig. það var eitthvað svo leiðis. Ég las rosalega mikið að greinum fyrir þetta Já. og fleira. En já, það var eitthvað þannig bara. Og þetta flakkarar eru ekki það dýrir. Nei, nákvæmlega. Sérstaklega með að við líka einmitt 5 til 7 ár. Já. Þannig að það deiliði bara dagana þá er Já. þetta ekki neitt. Nei, nákvæmlega, þú ert að nota þetta mikið og ert með mjög mikilvæg gögnan inn á þessu sem að þú kannski treystir ekki alveg skíinu fyrir því að eins og við nefndum á hann þá er ofta að skanna akkurat fara yfir gögnin sem þú setur hann inn þannig að kannski eitthvað svo vilt ekki alveg vera að setja hann inn á skíi þá mæli ég alltaf með að setja bara á eitthvað svona flakkara fyrir þig. Já. Aðeins öruggara kannski. Ég meina þetta er líka bara eins og ég á krakka. Já. Og ég er farin að pæla rosalega mikið í bara út frá því sjónarhorni að reyna að vera eins örugg og ég get fyrir hann að gera. Já. En svo ég vil ekki að það sé verið að þjálfa gervigreindamódel út frá myndum af synum mínum. Nei, nákvæmlega. Þannig að ef þetta er þar inn á þá er verið að fara að gera það. Þetta er svona eins og að setja myndir af börnunum sínum inn í gervigreind til þess að fá teiknumyndir eða svona teiknumyndabækur og okkur svoleiðis. Já. Ótrúlega skemmtilegt. Já. En það sem þetta getur svo verið notað í er ótrúlegt af því að í rauninni leið og setur mynd inn í gervigreind það átti það ekki lengur. Og ég var að læra í þessum áfanga, massasáfanga að bara þú átt ekki andlitið þitt. Nei, nákvæmlega. Þess vegna er kannski tekið þátt einhvern tímann árinni fyrr varandi samfélagsmiðla og fleira en það þarf að passa sér rosalega mikið á hvað maður er að setja inn á svona skíadrif og okkur fleira af því að þú veist aldrei hvað er að fara að gerast. Bara leið þetta fara þarna inn þá þarfstu svolítið að hugsa er ég tilbúin í að allur heimur muni sjá þetta? Já, þetta er mjög góð punktur og eitthvað sem ég ætla akkurat að nefna. Já. Þetta er smá góð regla akkurat áður nú setur eitthvað upp í skíið er að stoppa sjálfan og spyrja sig er þetta eitthvað sem að akkurat ég væri til að allur heimurinn myndi sjá? Nei, nákvæmlega, af því að það er rosalega vinsælt að reyna að hakka þessi skíðaþjónustur. Já. Og reyna að komast yfir gögn, reglulega gagnalegar, við munum fara aðeins yfir það eftir einhverja nokkra þekkta. Já. En það er málið, þannig að ef skeið kynni að komi gagnalegi eitthvað svoleiðis gerist reglulega, það komir á óvart hvað gerist oft, þá ertu búin að missa þetta allt og allar heiminn getur séð þetta. Nákvæmlega. Og svo þjálfaði líka gervigrindamódelin sína á þetta, þannig að þá ertu líka svolítið búin að missa þetta, þannig að það bara ertu tilbúin að ef þú situr þarna inn að þá áttu þetta ekki lengur. Mér minnir akkurat, ég hafi lesið eitthvað þar, ég er ekki alveg 100% viss á sig, en að þeir eru að nota akkurat þegar fólk er að setja akkurat myndir á börnunum sínum og eitthvað þannig akkurat inn í skí og í gervigreind. Og svo eru þetta margir að nota þetta mörg ár, þannig að það safna sig upp myndir. Og þá eru að nota þetta til þess að þjálfa algoritma til þess að nema andlit og sjá hvernig fólk er að aðlast upp og hvernig breytingar eru á andlitum á fólki frá því eru börn yfir þessi táningar. Það kemur allavega ekki óvart, ég hef ekki lesið þetta. Mér minni að ég hafi eitthvað verið að lesa þetta, það var einhver að gera það. Það kemur ekkert óvart. Og það er akkurat. En svo líka bara ótrúlegustu hlutir sem þessar myndir eru notaðar í, bara bæði af okkur og af börnum og fleira. Þetta er bara maður þarf svolítið, það er rosalega margir sem hugsa, ég átti mér að segja þessi samræði við unnestamenn, við erum mjög ósammála á þessu sviði, en það er bara, ég allavega er rosalega mikið í því að ég vil bara minnka líkurnar á að þetta geti gerst, af því það er aldrei hægt að vera 100% öruggur, það er hægt að minnka líkur. Nákvæmlega. En svo er annað fólk eins og hann sem að hugsa bara en þetta er ekki að fara að gerast til mig eða oft er það líka það bara og hvað ég veit að þá allavega ekki hvað er þetta að fara að gera. Nei, ég var mjög lengi í því akkurat líka að ég hugsa akkurat þetta er ekki að fara að gera sig mig. Ég var þar, sko. Já, en svo stoppaði maður svona og hugsaði smá svona
það kannski aðeins skárra frekar að vera tilbúin ef eitthvað myndi gerast. Og þá fór ég Já. akkurat að taka netyrkjunum minni aðeins mér alvarlegra og ég akkurat byrjar að taka afrit af alveg svona mest mikilvægastu, sérstaklega eins og skólaverkunum. Það þetta vest þegar maður þarf að skila þeim og þau eru týnd. Já, Þannig að það er að hafa því áalleg. Ég er með því held ég er með því tölvunni heima og í fartölunni og svo er þetta akkurat á skíinu líka ykkur þar geimt. já, Og það er akkurat freka góð regla sem að er til fyrir afrit sem er 3-2-1 reglan. já, Og það er þá að hafa 3 afrit á svona mest mikilvægsi, geima á 2 stöðum, þá hvort sem að það sé þá akkurat flakkara eða og svo 1 í skíinu. Og svo er það akkurat, svo hafa allavega 1 af þessum afritum ekki sem sagt það sem að restin af afritunum er. Þannig sem svo fyrir fyrirtæki er að geima það í einhverju annari byggingu eða fyrir hús að hafa afrit geimt á öðrum stað, ekki í húsinu. Og þá akkurat ef að einhver til dæmis myndi brjótast inn, þá ertu ennþá með þessi afrit geimt eitthvað þar annars þar. Þá ertu ekki svona alveg búin að tapa öllu. Nei, nákvæmlega. Þetta er, sko, ég hafði ekki hugmynd þessu reglu fyrir en ég var að lesa fyrir hana það. ekki ég heldur, sko. Ég sá hann akkurat þegar ég var að lesa mig til þetta, sko. Já, ég byrja að nota þessa reglu Já. af því að einmitt sá hana og að mega mikið sens líka bara mér sem bara hvernig Íslands umhverfi er. Já, þú veist allt nákvæmlega. hvað er að fara að gerast Já, hér. nákvæmlega. Og þetta er bara, þetta er alveg eins á netinu, Já. bara á Já, stærri skala í rauninni. já, eiginlega. En þetta er svona, já, ég allavega mæli með að nota þessa reglu, en Já. allavega að einhverju leyti. Já, þetta er kannski smá svona ekstrím fyrir kannski 90% af fólki hérna, Já. en Ég meina, sko, samkvæmt mikið af fólki á hljóma ég eins og paranoid schizophrenic. já, ég held okkur að þetta er kannski smá þannig, en allavega að hafa ykkur smá afrit hjálpar allavega, það er allavega betra en að ekki hafa neitt. Já, nákvæmlega. Það er svolítið þannig. Já. Og ég meina, alla myndirnar sem þið er með, eða bara allt þetta dót sem bara, það er svolítið að hugsa með ok, er ég að fara að gráta eða er ég að fara að særa mig mikið ef að ég tíni þessu Já, eða ef að þetta nákvæmlega. að ég bara get aldrei fengið þetta aftur svona Nákvæmlega. eins og myndir og okkur svoleiðis þetta Já. er bara ógleymilegar myndir og Já, okkur nákvæmlega. þannig að Ég veit akkurat, sko, vinkona mín, hún lenti í því akkurat, sko, að hún misti Snapchat memoryin sín. Bara nei frá því í grunnskóla upp að bara háskóla. Úff. Minni með að ég man ekki nákvæmlega hversu margar voru. Og hún var akkurat væntanlega mjög sári við því. Þetta er bara myndir og myndbönd sem hún var að safna með vinkonum sínum bara í mörg ár. Og bara allt eitt að nút. Og nei ekki sem hún getur gert til að fá þetta tilbaka. Eða sem hún gat reynda og getur fengið að hlaða sér niður frá Snapchat einhverju. En mér minnir þetta hafi verið að taka þetta fárana langan tíma. Hún var bara svona, já, Úff. hún kannski ekki. Þetta er sárt akkurat þegar maður missir okkur svona mikið og þetta er þetta bara menntaskóla gangan hennar bara í minningum farin eða. já Það var vantilega að nota flest allir á okkar aldri Snapchat akkurat og eru mikið að geima myndir þar inni. Þetta er mjög þægilegt og akkurat þessar skíageimslur eru mjög þægilegar já upp á það að þú ert með net þá kemst það inn. Nei, nákvæmlega, og það er málið. En svo hvað kemur upp tímapunktu þar sem bara allt net fer í alveg einhver tíma? Já, það er akkurat einn galli, alveg smá galli við Já. skíageimslur er akkurat ef það er eitthvað að kerfunum hjá þeim Já, þá kemst þú væntanlega ekkert í gögnin og Nei. það akkurat tekur ekki smá tilbaka þessa 3-2-1 reglu að það er fínt að geima akkurat þessi afrit á okkurum staða sem að þú kemst líka í þau og þess vegna veit ég að það eru mjög margir akkurat sem geima eitthvað inn á skíinu og svo eru með eitthvað flakkara heima líka til að geima gögn og þá hafa þær svona aðgang að svona mest mikilvæg þessu gögnum heima hjá sér alltaf. Já, nákvæmlega. Og það er bara svona alltaf mikilvægast að geima það líka á flakkara. Já, Og svo líka bara eins og fyrir fyrirtæki, þá er þessi regla sérstaklega aðna mikilvæg. ég held akkurat þessi regla sé akkurat kannski aðeins meira beint að fyrirtækjum. Bæði. Já, Ég las bæði einhvern veginn. já, En ég meina fer svolítið bara eftir, sko. Þetta er mjög mikilvæg regla allavega fyrir fyrirtæki, myndi ég segja. já, ég er alveg sammála þar, sko. En
Ok, bara svona til að byrja með. Ég setti upp svolítinn lista varandi kosti og galla við flakkara og líka svona skíageymslu. En til að byrja með, það var sem sagt svona að geymagögn á fjarlæganlegu drifi eða flakkara. Já, Þetta er sem sagt flakkari, USB-kubbur, SD-kort, fleira. Það vorum búin að tala um hvað það er. Þetta er bara, þú bara tengir þetta við tölvuna eða eitthvað tæki og í rauninni færu gögnin yfir, afritar gögnin yfir. já, Og þetta var miklu vinsællan núna. já, Ekki það, ég vona alveg innilega að þetta fara að vera vinsælla aftur af því að það kemur úruglega endanum að maður sé að fara að missa gögn í skíageymslum. já, ég meina, ég finnst mann einhvern veginn alltaf verið að lesa okkur að það er búið að brjóta sig þar inn og það er búið að leika Ég lesum ykkur svona hver minnstu degi. Það var okkur að Discord lenti um daginn, sko. Já. Þá voru þetta myndir af skilríkjum hjá fólki sem voru leikin á neti. Nei. Og ég held okkur að nokkur aðeins sem hafa verið í ríkisstjórninni okkur í Ameríku, bara skilríkin þeirra hent út á neti. Þetta er svona eins og þegar maður er á LinkedIn. Já. Það þarf maður að taka mynd af skilríkjum, já, nákvæmlega. vegabréfinu sínu. Já. Það er alveg, ég er ekki ennþá búin að gera það. Nei, mér fannst það ekki eitthvað mjög snjöll hugmynd að vera að senda myndinu minna inn af skilríkinu minna akkurat á þeim, sko. Það hef ég akkurat ekki alveg gert það strax. Nei, nákvæmlega. En svo ferði akkurat, það getur verið öryggt upp á hvernig þeir höndla myndirnar. Já. Ég veit, á sumum stöðum, hann notar þetta og þeir passa að allar upplýsingar séu réttar á með það sem þú ert að segja þeim, veist, eins og með aldur og nafn og allt þannig. Já. Og svo eyða þær bara myndin út. Nei, nákvæmlega. Maður bara einhvern veginn veit aldrei þannig að maður þarf svolítið að kynna sér fyrirtæki fyrst og svoleiðis. En kostirnir, það eru sem sagt kostir og gallar við allt. Já. Allt af þessu, allt sem við erum búin að vera að tala um, það eru kostir og gallar. Kostirnir við sem sagt flakkara og það er raun og bara gögnin er ekki tengd við netið, þannig að ég er betur að gagna öryggi. Í rauninni, ef einhver ætlar að komast yfir gögnin, þá þarf hann að brjótast inn á heimilið þitt og stela flakkarann. Já, það er bara, þeir þurfa að vera með flakkarann í höndinni til þess að komast í gögnin, sem er okkur. En svo meira þess að hægt að dulkóða flakkarann sem. Já, nákvæmlega. Og þá er ekki einu sinni hægt að komast yfir þá. Ég þekki rosalega marga sem gera það. Já. En það er líka fólk sem er búið að vera í tölvunetryggi í smá tíma. Já, mér leiðir okkur eins og því meira svona sem kynna er þetta, því meira svona paranoia ertu með. Ég vissi ekki neitt þegar ég byrjaði að lesa og byrjaði í öllu þessu og núna er ég orðin svo paranoið. Já, ég finn fyrir, ég er orðin meira og meira paranoia eftir deginum, sko, með neti og tölvur og bara allt saman. En það er í rauninni bara að finna balansinn. Já, nákvæmlega. Það er, ég er komin að finnast það núna. Já. Og líka eftir að ég byrjaði líka í lokaverkum með lögreglunni og fleira. Ég er að finnast það. Já, maður þarf að vera á varðbergi, maður þarf kannski bara að gera hlutina til þess að vera meira öruggur, en vera líka með þann hug, ok, ég er búin að gera allt sem ég get. Jú. Þá það bara komið í ljós. Já, nákvæmlega. Það er svolítið þannig, ekki það að ég alveg skanna rátarinn minn, netbeinin minn, reglulega. Netbeinin? Já. Er það íslensk orðið fyrir rátar? Já. Þú vil að það fyndi því? Netbeinin? Já, ég man ekki, það er ekki langt síðan komst að ég hvað var ég, sko. Nei, ég er að byrja að nota það. Já, og líka þegar maður gerir svona Nmap-skann, þá ertu að skanna netbeinin fyrir opnum. Ok, ég er ekki viss með að sé til íslenskt orðið við port. Nei. Ég ætla að taka þátt þetta, sko. Ég fer meintilega bara í beinþýðinguna sem er bryggja, sko. Ég held að það er örugglega ekki rétt, sko. Nei. Það er örugglega ekki rétt. Köllum þetta port, þá getum við vitið meir. Já. En ég ætla að taka þátt þetta. Já. Þannig að svo vitir þú myndir að taka þátt þetta. En þetta er í rauninni til að skanna fyrir opnum portum og port er í rauninni, opin port er í rauninni eins og opin hurð inn í netbeinin. Já, þú getur smá hugsað það sem bara eins og opin hurð inn í húsið. Já. Eiginlega. Það er svolítið þannig. Svona myndi segja góð lýsing á þessu væri það bara. Og því fleiri í rauninni
því fleiri open port eða opnar hurðir sem þú ert með á húsinu því mér líkur að einhver komist inn. Nákvæmlega. Þannig að ég skanna reglulega netbeinum minn bara upp á það að vita, ok, eitthvað opið sem á ekki að vera opið. Já, nákvæmlega. Og þá get ég farið og lokað ef það eitthvað. Og þá rauninni á því ég er að leigja rátur af netbeini. Já. Og það lokka ég mig bara inn inn í tölvunni. Já. Ég man ekki, það er einhver síða sem þú getur lesa allt þetta undir. Já. Og svoleiðis, bara logga mig þar inn og loka ég þar. Já. Hjá sumum fyrirtækjum það meira óþolandi heldur en hjá öðrum fyrirtækjum. Ég hef verið að setja upp akkurat netkerfi og hef búin að vinna við það í smá og það alveg ótrúlegt akkurat ég vissi ekki hvað var hægt að opna mikið af portum á þessum ráturum. Já. Það var að senda mig til að opna eitthvað ákveðið port og ég vissi ekki að það svona hátt upp. Þetta alveg 65.000 eða eitthvað port sem á þessum ráturum. Þú mynd læra allt þetta í TSM-áfangi. Mjög spenntur. Mjög spenntur. Ég hann að vera mjög skemmtilegur á seinustu önn. Já, sko, vandamáli mitt var ekki að hann var ekki skemmtilegur. Mér fannst þetta rosalega skemmtilegur áfangi. Og ég stóð mér rosalega vel yfir önnina og líka bara ég kunni mjög mikið af þessu. Vandamáli var þegar ég tók prófið og ég hræðilega að taka próf. Já, ég akkurat smá þar líka, sko. Ég ekki mjög góður í prófum. Mér finnst, ég ætla ekki að fara til að vinna í skoðun á prófum hérna núna. Já. Kannski það svo lengum ræða. Kemur ljós allavega að ég er með ADHD og það allavega partur af ástæðan af hvernig ég get ekki próf. En ég allavega kom mér lengri próftíma fyrir þetta eina próf. Eitt próf eftir að ég greindist með ADHD. Búin með bara alla grunnskólagönguna, alla menntaskólagönguna. Ég var í MR, ég tók svona 120 próf. Og örugglega meira. Og svo næstu alla háskólagönguna, það sem líka ógeðslega mikið af prófum. Já, nákvæmlega. Og svo fæ ég greiningu þegar ég 1 próf eftir. Það alveg típist. Ég veit það. Það er hræðilegt. Ég var búin að vera biðlista í 4 ár. Ég var búin að vera biðlista síðan í menntaskóla. Það galið. Já, ég líka fekk sko eftir þetta, ég fekk símtal, var eitthvað í ræktinni og konan eitthvað, það voru allir í teiminu sammála því að þú sért með ADHD. Þú tekkaðir í alveg verulega mörg box. Bara, yey! Já. Gott að heyra. Þannig að það fór ekki milli mála. Nei. En það er í lyfjalaus í dag. Já, þetta er fjör. Þetta er fjör. Ég held að sé svona þetta einu orðunum sem þetta notið yfir í dag. Já, ég hugsa það. Þetta er ævintýri allavega. Ég vil meina að það gerir persónuleika minn bara skemmtilegri. Já. Ekki það kemur ljós og svona helmingurinn af persónuleikanum mínum er bara ADHD-einkenni. Ég var á okkur fyrirlestur þetta svona, sem geðlæknar var með. Og ég var að hlusta hann tala um einkennin og flokkana og okkur svo lesi. Þetta er bara ég. Það er bara allir persónuleiki minn. Það er bara svona tala um hvatvísi í rosalega hvatvís. Og hugsaðum þegar maður tala um mitt svona einhver einkenni þar og eitthvað heila bara býtu þannig að ævintýraferðirnar sem ég fer með syni mínum í, það er ekki bara af því ég er skemmtileg, þetta er einkenni. Alltaf eitthvað bara, núna langar mig að fara til Ísafjarðar og svo pakka ég stöffinu og tek hann með og förum til Ísafjarðar. Það er greinilega ekki eðlilegt. Ég myndi til að það ekki eðlilegt okkur að sko. Bara ákveða að ég búið fyrir Ísafjarður var eitthvað geggjað. Já, ok, ég er enda með fjölskyldu þar. Já, ok, ég skilji það. En ég samt bara fekk hugmynd, mér langar til Ísafjarðar núna. Pakkaði stöffinu mín og fór allt samdægurs. Ég hef nú aldrei fengið sá tilfinningu sko. Og svo einhvern tímann líka það var fyrir 2 árum eða eitthvað, það var bara vá hvað langt sinni ég farið til Egilsstaða, frænka mín býr þar. Þannig að ég fekk hugmyndina 4:00 um daginn og þetta var í kringum páskana og ég bara, já, veistu, ég ætla að fara. Stökk heim, pakkaði dótinu mínu, sótti stráki minn, ég man ekki, jú, ég sótti stráki minn, annarkvort var hann í Borgarnesi eða í bænum. Já.
og stökk í búð og bara keyrði af stað. Ég meina, ég festist einhvers staðar upp á fjalli og neða myrkur og komin snjór og það svona Já. sást ekki neitt og Já. bíllinn franst rusl. Ég hef einu sinni komið til Egilsstaða sko og við vorum að koma frá Vopnafirði. Ég var að vinna við að landa skip, vorum að landa hann í Vopnafirði og við erum að keyra hann til Egilsstaða og það er ógeðslegt viður. Það er snjóstormur og þetta var mitt sumar. Þetta var fyrir 2 árum það var ógeðslega leiðilega veður. Já, þá var ég að keyra milli bæja út á landi. Ég man, við vorum á einhverjum Skóta Octavia á einhverjum sumadekkjum að keyra út á landi. Ok, reyndar Skóta þetta eru góðu bílar. Þetta er góðu bílar. Við komumst örugglega. Ég held að ég hef aldrei verið að prættur út í stýri og að keyra þarna á milli Vopnafjarðar og Egilsstaða í einhverjum sumadekkjum með einhverjum 4 öðrum gaurum í þessum bíl. Já, ég skil það bara mjög vel. Ég meina, ég er ekki vissum að ég var ekki að nagladekkjum. Já. Ég var á frönsku rusli. Þessi bíl er komin í pressuna. Ég fór í fílu út í þennan bíl og núna er ég komin á 4-hjóladrifin jepplinga því ég er bara ekki aftur. Já. En það var neðamyrkur. Ég var farin að keyra mjög hægt af því að ég sá ekkert. Ég sá ekki næsta staur. Já. Og svo er með stráki minn ekki orðin einsás grátandi aftur í og ég alveg bara ég veit ekki hvað ég er að gera. Ég meina mér var bjargað. Já, að maður komst að leiða þetta, þá var þetta bara skemmtilega dævendir. Já, nákvæmlega, og ég komst að því, ég mun aldrei keyra aftur þennan bíl til Egilsstaða í kringum páskana. Þetta er alveg skemmtileg saga sem kemur úr þessu. Já, ekki það svo leiðin tilbaka, frænka mín reyndar yngri frænka mín kom með mér af því að hún var hvort að fara í bæinn. Já. Og fengum að fara á bílnum hjá sem sagt frænku minni af því ég var ekki að fara að keyra franska rusli aftur í bæinn af því að búið að vera þá einmitt einhverju ótrúlega mikil snjór og vindur og okkur svoleiðis og bara túristarnir að festast út í kanti endalaust og það var ligguði bílar röð af túristum búin að festast út í kanti. Þetta var eitthvað daginn eftir páska eða á páskadag, ég manna ekki. Og við vorum alveg bara, hvað er í gangi? Já, ég held akkurat að koma margir og eru kannski þetta eitthvað endilega tilbúinir akkurat undir þetta ógeðsviði sem getur verið út á landi, sérstaklega á þessum þjóðum út á landi. Já, ég meina, ég var heimsk. Já. En túristarnir eru á bílum sem þú ætti að geta festast í af því að var ekkert mikill vindur. Já. Það var bara snjór. Já, en það er kannski ekki margir eins heppnir og við, ef þú vilt segja þannig, sem eru mikið að lenda í snjó, þannig að kunna kannski ekki alveg að keyra í þessum aðstæðum. Reyndar, ekki það ég elska að hlusta fólk út á landi hvort yfir því að fólk í Reykjavík kann ekki að keyra í snjó. Já, ég man akkurat í október þegar komið þessi 50 cm eða eitthvað bara upp í þurri. Já. Allir á sumardekkjum líka. Já, ég man okkur á TikTokið mitt þá var bara, þetta var alltaf eitthvað fólk frá Akureyri. Það kann enginn að keyra í borginni. Það kann enginn að keyra í borginni. Og ég bara, já, það er svoleiðis. Bara skot frá Norðurlandinu maður. Ég meina, þetta er svona hver einasta ári. Já. Ég heyri þetta frá, sem sagt, allir í fjölskyldunum minni. Af því all fjölskylda mín er bara út á landi. Móðurfjölskylda mín er fyrir vestan. Og svo reyndar tvíburasystir hennar var fyrir austan flutt samt á Ísafjörður líka og svo föðurfjölskylda mín þegar í Borgarfirðinni og okkur alls konar. Þannig að ég er bara hlustandi á þetta á hverju einasta ári. En já, við vorum að tala hana. En já, kostirnir við vorum byrjaði, næsti kostur er sem sagt að þú getur stjórnað gögninum og bara hver hefur aðgangaðum. Já, nákvæmlega. Svolítið svipaði hitt en þú þarft ekki að reyða á neitt þriðja aðala, þú átt bara gögnin. Já, nákvæmlega. Og svo einmitt þarft ekki nettengingu til þess að komast í gögnin. Já, það er okkur mjög góð plús akkurat að þurfa ekki að vera tengt við neti til að komast í og ekki akkurat þurfa að treysta á það að þeir eru með nettengingu alltaf til þess að geta komið í gögnin. Nei, nákvæmlega. Já, en svo eru nokkru gallar líka
sem er eins og Veist, já, ef að drifið skemmst Já. eða því er stúlið, þá eru væntanlega bara öll gögnin farin. Ef Já. þú ert ekki með neitt annað að rita þeim. Nei, nákvæmlega. Það er líka sko, það er flestir svona meilar sem ég var að skoða voru að mæla með að dulrita tækið, sem sagt. Já, það er Eða akkurat- allan að dulrita gögnin í tækinu. Já, Ég veit að það hljómar rosalega svona, ég veit ekki íslenska orðið, intimidating, núna þarf ég að komast þetta hljóma smá svona, Translate. já, þetta er kannski smá svona techy hlutur, en þetta er í raun, Ógnvekjandi, takk, Ógnvekjandi, þetta já. var að pirra já, mig. þetta er nú samt reyndar engin gemvísindi að Nei. dulrita akkurat dulrita flakkaræðin og ég veit akkurat ég hef þurft að gera í kerfisstjórnarfanga í tækniskólanum. Þá var þetta mjög einfalt og Windows sérstaklega það leiddi mig smá bara í gegnum að dulrita akkurat diskinn minn. Það er, það kemur á óvart, þetta hljómar ógnvekjandi og bara, ég veit ekki, ég hugsaði allavega alltaf, ég hugsaði alveg stundum en það bara, nei, ég er óheimsk fyrir þetta. Já. En nei, ég bara, sko, samkvæmt unnustum mínum, þá get ég verið rosalega klár þegar ég kemur á bóklegum hlutum, Já. en ég er greinilega algjör ljóska og ég er alls ekki með það sem við kallum street smarts. Já, Þannig að það getur hver sem er gert þetta. já, alveg 100%. Og akkurat eins og ég sagði, þeir leiða mann alveg smá í gegnum þetta að dulrita drifin sín og Já, svo er til svona skrifin til að fara að þessu líka Já. bara ef þú googlar, það eru til rosalega mörg myndbönd á YouTube. já, nákvæmlega Ég meina að þú getur búið til myndband og sett á YouTube á frostkastið. Já, nákvæmlega. Akkurat YouTube er akkurat mjög gott og ég veit mamma nota YouTube mikið til að læra akkurat, hún er mikið búin að nota YouTube og er alltaf að tala um akkurat hvað henni finnst það að geta að fara á YouTube og lært alls konar. Ég bara, saman hvað það er, ég fer inn á YouTube og ég læra. Já, ég akkurat bara fyrst að ég er að byrja að fikta í tölvum og læra tölvur, þá er allt bara í gegnum YouTube. Já. Og ég smíðaði tölvuna mína heima bara með að fylgja YouTube-myndbandi. Já, nákvæmlega, svo ég veit að pabbi minn horfði ofta á YouTube bara, hvernig átti ég eftir að laga þetta í bílnum. Já, nákvæmlega. Eða bara það er allt á YouTube. Af því þetta er líka bara fólk að sýna það sem það kann. Já, nákvæmlega. Og ég held akkurat, getur þetta að fyndi myndbönd sem er að reyna að kenna þér eitthvað og þú lærir ekkert frá þessu og ert til að bara meira rugglaður. En svo getur ég líka að fyndi akkurat mjög góð myndbönd á YouTube og ég hef akkurat lent í því að ég farið að skoða eitthvað á YouTube og mér fannst það svo gott myndband og mér fannst það svo áhugavert efni sem maður var að tala um og þá fer maður meira að skoða þetta og ég fer að skoða þetta meira og þá dettur maður kannski í eitthvað nýtt áhugamál og Já. þetta er akkurat bara, já, mæli með YouTube. bara, Ég meina að Já. þetta er okkur á YouTube. Já, Það er alveg nákvæmlega. hægt að fara bara þá, færa músin upp í leitardolkin. já, nákvæmlega. En já, svo það er líka ofta einhverjar öryggishættur þegar Já. kemur bara að öllu þessu. En í rauninni helsta öryggishættan við flakkar á þannig, það er bara að þar sem þetta er ekki nettengt, þá er bara ef því verður stólið, þá Já. er það missa öll gögnin. Já, það er akkurat svona stæðsa hættan. Það er bara það að þetta skemmist. Þetta er akkurat, flakkarnir eru mjög góður akkurat, þeir vernda mann eiginlega bara á móti öllum árásum sem að myndi koma í gegnum neti. Já. Og þetta er bara, já, ef þú fer varlega með þá, dugar þig mjög lengi og akkurat þetta er bara mjög örugg leið til þess að geyma gögnin sín ef þú veist hvað þeir eru og ert smá duglegur akkurat að fylgjast með þeim og sérstaklega líka út dulkóða drifið. Nei, nákvæmlega. Ég meina, ég er bara með sér skúffu fyrir þetta. Já, nákvæmlega. Núna, af því ég er búin að tína USB-lyklum og flökkurum svo ógeðslega oft. Já, Og þetta er nákvæmlega. alltaf bara, hvar var ég með þetta? Þannig að núna er ég með sér skúffu. Já, en svo eru akkurat á móti flokkurum komið þessar skíageymslur Já, sem að Ég eða held að sé- cloud storage. Já, og ég held að sé akkurat allir fyrir ekki sammála að þetta er ótrúlega þægilegt. Ég veit akkurat sérstaklega eins og með Apple síma og iCloud, sérstaklega með myndir í Apple símum. Já, núna held ég líka á Android er Google Photos automatist.
Já, það. Það var allavega þegar ég var að setja upp þennan Android síma fyrir lokaverkefnum mitt, þá var alltaf bara Google Photos bara nú þegar Já, í ok. símanum. Ég hef Ég þurfti vantilega, að gera neitt. ég hef aldrei átt Android síma, þannig að ég þekki það kerfi mjög lítið, sko. Já, ég er að fara að vera með 2 síma næstu nokkra daga út af lokaverkefninu mínu. Já. Það er að því ég þarf að, mér vantar svona, kalla svona dummy data eða bara svona, fake. Er eitthvað Bara gervigögn. Já, takk. Ég hef alltaf notað það bara gervigögn. Já, bara, mér vantar bara einhver gervigögn til vantar þess bara- að geta já. sýnt. Af því ég er unni, í lokaverkefninu mínu þá er ég að vinna með svo rosalega mikið af sensitive, Viðkvæmum upplýsingum. takk, viðkvæmum upplýsingum. Já, Þannig að mér vantar í rauninu bara gervigögn til þess að geta sýnt frá hvernig tóli virkar já, upp að bara svona að sanna það að já, það já, virkar. já, nákvæmlega. Þannig að það bara geta sýnt frá þessu skýslunum minna og svoleiðis. Já. Og þess vegna er ég með hennan síma á mér hver sem ég fyrr núna. En akkurat skíageymslur, þá er þetta bara nettengd geymsla og þetta er bara geymt á svona serverum akkurat bara í heiminum og þarna, já, bara ef þú ert með internetaðgang þá getur þið náði í gögnin akkurat. Server er netþjónn. Netþjónn, já, þetta er geymt á netþjónum út allan heim og akkurat ef þú ert bara nettengdur þá er bara mjög einfalt fyrir þig akkurat að fara og sækja gögnin og þetta er oftast er þetta gegnum bara svona vefsíður akkurat. Já. Svo býrst bara til aðgang og bara akkurat eins og Google Drive býrst til aðgang og stundum færið eitthvað ákveðin gigabyte frí til þess að geyma gögnin á. Já, og svo borgar það fyrir eitthvað Já. umfram það. Já, ég held akkurat eins og ég er að borga fyrir auka geymslu á iCloud. Já, ég er að borga fyrir, held ég, auka geymslu á Google Drive, en það er alveg bara því að ég er með svo ógeðslega mikið af skóladóti Já, og fleira og bara þannig hlutum sem ég vil ekki eyða. Eins og ef þetta er eitthvað ef þetta er eitthvað skóladót sem bara má ekki fara á netið, Já. eins og svona rannsóknir og eitthvað þannig. Já, Þá má ekki geyma neitt af upplýsingunum að skýja já, það. já, En einmitt allt annað, þá er ég með þetta bara þarna því að mér er sama þótt einhver sjáu eitthvað verkefni sem ég gerði í fyrra eða eitthvað. já, ég geymi alveg öll verkefnum mín akkurat á vefsíðu sem heitir GitHub. Já, ég Sem er er með akkurat- rosalega já. mikið þar líka. Fyrir þá svona sem að þekka það ekki, þá er það mjög mikið nota akkurat á okkur tölvunarfræðingunum til þess að geyma forrit sérstaklega og það leyfir akkurat að vinna mörg saman. Já. Geta allir svona akkurat verið að vinna á einu stóru verkefni saman og þetta er bara, Ekki það GitHub þjálfar er já, notað. ég veit að þeir þjálfa akkurat, þeir eru að þjálfa gervigreindir á gögnunum sem að fara inn á Já. og ég veit akkurat eins og stæðstu gervigreinar eins og ChatGPT og Cloud og allt sem hann upprunalega þjálfunin þeirra kemur frá GitHub. Já. Og þeir eru akkurat kóði sem að fólk hefur að setja inn á GitHub og mér finnst að þannig sé frekar smart en það akkurat sýnir mann akkurat að þegar maður er að treysta þriðja aðila með gögnin sína þeir akkurat fá kannski svona smá ráða Já, hvað þú þeir átt gera ekki við- gögnin já. lengur. þeir fá smá akkurat að ráða smá hvernig hvað þeir gera með gögnin Já. en akkurat helstu kosturinn við skíageymslurnar sig er akkurat hversu aðgengilegt og þægilegt það er að ná í sig gögn. Það er málið. Uh, Þess vegna eins og ég segi bara þess vegna þarf maður bara svolítið að hugsa já, ef allir, bara ef mér er alveg sama þótt Já. allir heimurinn já, sjá þetta. þetta er akkurat Það er mjög, svoleiðis. þetta er mjög gott svona akkurat að setja áherslu á þessa línu akkurat að stoppa smá og hugsa og hugsa bara, er þetta eitthvað sem ég væri til í að allir heimurinn myndi sjá? Já, Ekkert endilega þetta fer út til allan heimsins en það er alltaf með því að geyma inn á þessum skíageymslum þá er alltaf þessi litli séns að það getur gæst fyrir þig og það er svona akkurat, já, bara stoppa og hugsa smá. Er þetta eitthvað sem ég Já. langar allir sjá í? þetta er líka bara sko, ég held að partur ástæðan sem fólk hugsa svo mikið, bara að þetta er aldrei að fyrir að gerast er líka bara því að það vantar þessu umræði. Já, Fólk nákvæmlega, alveg 100%. þorir ekki að tala um það Já. ef þau lendi í svona. Já, alveg 100%. Nema núna er reyndar, ég er farin að fá fólk að tala við mig um þetta, en það er bara því að fólk veit að ég er að vinna við þetta. Já, en ég þekki vini sem að hafa akkurat lent í svona gagnarleikum og ég veit að bara e-mailin þeirra, lykilorðin þeirra, bara þetta verður hent út á neti.
Það bara, Og- þetta rosalega algengt. Þetta það sem þegar ég að gera verkefni og fleira sem tengjast því að hakka og að komast að öllum upplýsingum sem við getum fólk, þetta fyrsta sem ég tjekka á. Já, Hefur akkurat. þetta e-mail, ef ég finn e-mailið þeirra, hefur það orðið fyrir gagnarleikum? En það akkurat, þetta er einn vinur minn út í Bretlandi, hann lendi því bara heimilisfang, Já. fullt nafn og bara allt saman, bara sett á neti. Já, Bara, bara ég held mjög meiri algengt. þess að bílinn sem hann var að keyra, þetta var bara eitthvað fáránlegt. Og líka símanúmer. Já, símanúmer akkurat. Mjög já, vinsælt. já. Mamma alltaf að tala um að hún fær símtalleika á hverjum einsta degi. Hún sýndi mér listan yfir yfir símanúmer sem hún er búin að blokka. Já. Guð minn almáttugur. Já, ég bara... En hún harneitar að skipta um símanúmer. Já, svona akkurat fleiri kostir við það akkurat bara, ef maður nettingdur, þá getur við farið og sátt þessi gögn á bara hvaða tæki sem Já. Getur sátt því síman í tölvunni, í iPadinum og bara... Bara svo lengi sem manns lykilorðið. Já, bara eins lengi þú kannt lykilorðið og bara ert nettingdur, þá nærið akkurat í þessi gögn. Nei, og nákvæmlega. líka það að gögnin oftast dulkóðið af þessum skýja þjónustum. Já. Þeir oft... Það kemur samt á óvart, en já. Já, en þeir reyna oftast að dulkóða gögnin akkurat til þess að hjálpa sem á og svo veit ég akkurat að þeir dreifa oft gögnunum á milli, hvað það er aftur að server væri, Netþjónn. Já, netþjónn. Þeir Já. dreifa oftast Ég með Google Translate opið. Já, maður er að fara að henda í það sko. En þannig að, já, þeir dreifa oft sko gögnuninum á marga mismunandi netþjóna og þá er akkurat kannski eða brota sinn og eitt, þá náður ekki öllum gögnuninum. Nei, nákvæmlega. Þá er þetta bara partur af þeim sem maður komast í. Já, og það er allavega kostur, sko. Já, það er alveg 100% kostur. En svo er listin yfir gallana við skíðaþjónustur mun lengri. Já, hann er akkurat... Ég reyndi að hafa bara helstu punktana sem ég fann. Já, og akkurat helstu punktanir eru akkurat það að þegar þú ert að treysta þriðja aðila með akkurat gögnin, þú veist aldrei í raun og veru hvað hann er að fara að gera við þig. Nei, bara hefur ekki hugmynd hver hefur aðgang eins og Já, líka það. Þú veist ekkert hver hefur aðgang á gögninum og akkurat hvað er að gera við þig. Og einn góða punktur sem ég sá einhvers staðar bara, þú átt að geta verið með fulla stjórn á gögninum og hvað er gert við þig. Já, nákvæmlega. Þú ert það ekki að þú ert að treysta þriðja aðila. Já, alveg 100%. Líka með við í þessum svona lögfræði, samt ekki lögfræði áfanga, þá bara það sem hann hefur talað bara þú átt ekki andlitið, ef þú setur gögn á netið, þú átt það ekki lengur. Já, og bara allt þetta. Já. Þannig að þetta er rosalega, það eru betri lög og reglur þetta núna, en alls ekki nógu góð af því þetta er svo nýtt. Já, nákvæmlega það. Ég held okkur að út af því þetta er að þróa svo hratt og þetta er svo nýtt, þá er okkur mjög erfitt fyrir okkur til þess að setja almennilegar lög og reglur inn á þetta. Já. Og það er okkur til dæmis okkur að neturöryggi er svona mikilvægt. Maður þarf eiginlega bara að lesa sér til þetta á hverjum degi til þess að ná að halda eiginlega upp við þetta. Því þetta er alltaf... Man er samt ekki að halda upp. Nei, þetta er alltaf bara, það er alltaf svo mikið að gerast og þetta er svo fjölbreytt og svo stórt og þróunin er svo rosalega hröð núna, sérstaklega eftir að gervigreindin er búin að koma inn í leikinn. Já. Og bara, já, þetta er eiginlega bara konstant bardagi á hverjum degi. Já, ég kíki á hverjum einstu degi, allavega reyni ég að lesa einhvað, þótt sé bara í 5 mínútur. Ég er samt að missa af 90% af hlutunum, meira, 99% af hlutunum. Maður er alltaf að sjá eitthvað á netinu og lesa eitthvað og maður bara, hvenær var þetta hægt? Nei, nákvæmlega. Hvenær gátum við þetta? Alltaf verið að finna eitthvað nýtt og nýjir öryggiskallar og fleira. Og þannig að þess vegna, það er mikil skortur á fólki í tölvuneturöryggi á Íslandi og líka bara í heiminum. Þess vegna, og það er að verða mikilvægara bara með hverjum deginum, sérstaklega því að gervigreindin gera það verkum að neturöryggi verði mikilvægara. Já, svo hef ég akkurat séð okkur að það eru nýjir vírusar að koma og þeir eru með gervigreind byggt inn í sig og þeir eru þá að breyta kóðaninn sínum í miðri árás. Þá er akkurat erfiðar að stoppa það og taka eftir þeim í kerfinu. Svo er líka bara gervigreindin búin að gera í rauninni hökkurum og fleira bara auðveldara að brjótast inn í kerfi. Og líka bara vefveðar. Það er búið að gervigreindin múið gera vefveðar mun auðveldari af því að gervigreindin er rosalega góð til dæmis bara í íslensku. Það kemur á óvart. Já, alveg skuggalega góð sko.
En já, heyrðu, aftur að skíðageimsli, minna Já. fleiri gallar akkurat það að þau skanna gögnin Já, sem akkurat, þá veistu ekkert, og ég minna þá bara eins og þú ert búin að segja, þá bara, þú átt ekkert gögnin lengur þá akkurat, bara þeir gera með því að þau vilja. já, ég meina þau nota þetta til dæmis bara í auglýsingatilgangi. Já, Þau nákvæmlega. í rauninni þegar þú ert að segja já við að ég er sem cookies sem kallast, hvað var það? Einhver bara kökur, Já, bara vafrakökur. vafrakökur. Já, Þá í rauninni langoftast ertu að samþykja það að þau eru að fylgjast með því sem þau gerir og þau læra af því til þess og þess vegna kemur þessi personalized ads. Í rauninni þessi ógeðslega ógnveikjandi auglýsingar. Bara já, þú kannski googlar eitthvað einu sinni og allt einu farið ógeðslega mikið auglýsingum. já, Það af því að þetta fylgir á milli appa, Já. milli vafra, alls konar. nákvæmlega. Og þú í rauninni það að gera þetta, þá ertu í rauninni búin að samþykja þetta. Já. Og svo líka þessir þau selja í rauninni þau gögn áfram líka Já, til svona auglýsingaþjónustum okkur svoleiðis sem nota þetta í alls konar. En í rauninni það eru til alls konar þjónustu sem selja þetta bara hver sem er. Svo Já. lengi sem þau fá peninga þá eru þeim alveg sama hver gögnin er að fara. Já, nákvæmlega. Það akkurat svona annar gallið við skíðageimslir það akkurat ef að tækinu er stólið. Já. Og það akkurat, ég dálítið duglegur í þessi, mér finnst mjög þægilegt að gera remember my password. Já, Sem að ég þarf er kannski ekki- alveg já. hætti. Það er ekki password, leikilorðin mín eru ekki neinstaðar á einhverju svona. Nei, já, Það þarf að akkurat- drepa mig fyrir passwordin mín. Já, lykilorð mín. önnur skíðageimsla sem hægt að tala um akkurat þessi fyrirtæki sem að geima password fyrir þig og lykilorð fyrir þig. Og Ég meina, það eru vafrarnir, Google Chrome, Já, allt þetta. já. Svo er svo erum við akkurat símarnir Já, og svoleiðis. Þetta getur verið í rauninni, vafrarnir eru langminnst öryggir. já, Af Alveg- þessu öllu. alveg Allavega 100%. að því sem ég er búin að lesa þá er Já. þetta minnst öryggt. Þannig að ég er ekki með nein lykilorð á neinum vöfrum. nei, ég þarf akkurat að fara að henda mínum út, sko. Já, ég tók eitt kvöld þar sem ég hendi öllum út. Maður þarf alltaf að taka svona eitt kvöld. Já. Þetta eitt og eitt kvöld. Nei, náttúrulega. Til þess að koma sér í lag aftur, sko. Þetta safnast upp. Já, En svo er eins og ég geim alveg einhvað í símanum mínum. já, Og það er alltaf hægt að vera brotist inn í þetta. já, nákvæmlega. Þetta er bara aðeins Akkurat það öruggara en bara- annað. Ef einhver nær tökum á tækinu, þá er akkurat bara allt saman opið. Jep. Þannig sé, sko, er þannig sé vita afgangin af akkurat tækininu eða bara þú skilur tækið eftir opið. Ég veit akkurat bara eins og margir hérna í HR skilja tölvutna sinni eftir að opna hérna í sólinu og lappa í burtu. Já, elsku vinur okkar skildi einhvern tímann tölvunni sinna eftir að því að hann var dæmatímakennarar minn Já, og að sem sagt ég var yfir honum já, og hann skildi tölvunni eftir að opna að fara að hjálpa einhverjum nemanda þannig að ég kennt honum leksi og ég breytti bakgrunnum bara í bara bleikan bakgrunn já, og var hann við að ef hann myndi skilja hann eftir aftur þá myndi ég gera eitthvað verra. já. Þetta er að fyrsta sem maður gerir. Þetta var ekkert um henni í ammali hjá frængu minni að fór í tölvuna hjá frænda mínum og breytti tungumálinu kínversku og labbaði svo bara í burt og pældi ekkert meir í og svo fekk ég skilabóð frá hann um kvöldi bara hvað gerðir við tölvuna mína og hann náði ekkert að breyta sér tilbaka og það væntanlega kínversku. Ég veit að einn vinur minn hann býr kannski til ógeðslega mikið möppum, færa möppur til Já. og okkur svoleiðis. Það er alltaf hægt að gera eitthvað svona lítið skemmtilegt Já. og þetta svona kennir kannski fólki smá svona Sko, í rauninni já, þetta kennir kannski fólki smá svona betra að læsa tölvunni sinni bara ég er alltaf með regluna bara ef ég labba burt frá tölvunni minni þótt ég sé að fara í bara 2-3 sekundur ég læsi henni alltaf bara. sko oft þótti ég bara snúa bakinu í tölvunni Já, mína. En það er bara nákvæmlega. af því ég er búin að læra ég er búin að læra. Já, Það er búið að gera þetta við mig og eftir það lærði ég bara að læsa tölvunni minni. já, nákvæmlega. Og það er nákvæmlega ástæðan af hverju við gerum þetta. Það er til þess að kenna fólki að læsa Já, tölvunni sinni. nákvæmlega. Og ég er kannski smá liðlega með það í tölvunni heima en ég veit hverju eru heima. Þau eru ekki að fikta í tölvunni minni, veit ég. Já. En ef það eru gestir eða eitthvað svo leiðis þá er ég mjög til að læsa henni þá. Já, það er svona heima
númer 1 það þarf að læra tölvuna mína Já, og já, það var kannski líka, ég akkurat, maður ekki með Windows eða Mac á tölunni heima, þannig að það kannski aðeins flóknara fyrir fólk að ná að vinna sig í gegnum tölunum mína heima. En ég bara svona einmitt, ég búin að kenna fólki að ef fólk snertir tölvuna mína, þá ég að fara að hefna mín. Já. Þannig að það allavega ef það fólk sem ég veit ekki að fara að fikta. Já, en svo akkurat bara svona til að draga okkur aftur tilbaka að skilja ekki. Ég á ekki að vera lyfjalaus að taka upp þetta. Þá svona kannski fleiri gallar okkur það að bara að vera netengdur. Það okkur mikið aukning í svona man in the middle. Maðurinn í miðjunni. Árásir, eins og við kannski vorum að tala og líka bara það ákveðið orð fyrir þetta. Já, þetta var bara bein þýðing sko, við þess að maðurinn í miðjunni. Þannig að ákveðið að nota akkurat svona hvernig myndi maður segja public wifi almenningsnet eða eitthvað bara svona eins og þetta bara frítt net frítt net eins og kaffistofum og kaffistöðum og þannig kaffihúsum, já, takk þá að geta verið mjög gáðar aðeilar inn á milli sem að geta verið að lesa gögnin á meðan þú ert bara tengdur í gegnum í neti þetta neti ekkert örugt. Nei, nákvæmlega. Og það ákveðið já, þá þetta smá bara þeir sjá nákvæmlega hvað þú ert að gera. Milligöngu árás. Milligöngu árás. Já. Það man in the middle attack. Fínt að þegar ná transleitið liðin á. Nei, sko, þetta endar aðna Certis með hugtakasafn. Já, Certis með hugtakasafn og ég nota það rosalega mikið. Já, ég get alveg trúið því. Af því að þau eru með öll þessi neturyggis orð í rauninni. Svo akkurat aðri gallar akkurat þessi gagnalegar sem við höfum kannski nefnt smá og við fyrir kannski að nefna þess betur núna og við erum akkurat með lítinn lista hérna af svona stæðstu eða svona sem okkur fannst vera áhugaverðir gagnalegar. Já, ekki það við erum svona til að byrja með þá erum við með svona bara helstu öryggishættunar. Já. Það rauninni gagnalegar eins og varst að nefna. Vefveiðar. En það búið að vera rosalega mikið vefveiðar undanfarin ár. Já. Og líka bara ég búin að vera að skoða einhvað tölurnar, ég man ekki alveg nákvæmar tölur þannig að ekki taka mig of alvarlega. Það var einhver starf milli 40-60% af árásum. Já. Þá kemst fólk upprunalega inn með vefum. Já, þetta var akkurat eins og þegar Twitter var hackað, ég man ekki, það var 2016-17. Þá var þetta sem sagt, þá var þetta gaur sem að sendi ávögt sem vann að það og sagðist vera úr öryggisdeildinni og þurfti að uppfara VPN aðganginn hans að kerfinu. Hann fer þarna og þá hann búinn að grípa passvörðið, lykilorðið þá hjá starfsmanni og nær þá bara að komast inn í innra kerfið hjá Twitter. Og fer bara að breyta aðgangsorðum á svona frægum aðgangum akkurat hjá vinsælu fólki og allt þannig. Ég held akkurat að Elon Musk og Joe Biden og aðgangurinn þeirra hafa verið breyttur og svo breyttist þetta í eitthvað svona akkurat þeir fóru að reyna að taka pening frá fólki og eitthvað. Þetta bara, það ótrúlegt hvað hægt að gera mikið bara með vefum. Nákvæmlega. Og svo líka bara, með vefum þá getur þú mista aðgang á öllum gögninum og jafnvel líka bara mailinu bara með því að íta á hlekk. Já, nákvæmlega. Og þetta bara að íta á hlekk bara ein típa af vefum. Þetta alveg, það gali hvað það getur tekið mikið frá bara með að íta á eitt hlekk sem kemur bara í e-maili til einu sko. Svo til eitthvað sem heitir Ransom Cloud eða sem í rauninni svona gíslutökubúnaður eða á ensku ransomware sem dulkóðar e-mail afgangana hérna og þetta greinlega bara mjög algengt. Ég vissi reyndar ekki af þessi fyrir bara, ég var að lesa mig til mig það í gær. Já, ég hef enga hugmynd að þetta veri hlutir. Ekki ég heldur fyrir en ég var að lesa mig það. Já, þetta hljóma mjög áhugavert okkur að dulkóða bara, Þetta dulkóðar í rauninni bara þú kannski ítar hlekk eitthvað svoleiðis og þetta vírus, þessi Ransom Cloud vírus sem í rauninni bara dulkar aðna e-mail-aðgangana hérna og bara öll e-mailin allt og þú þarft að borga einhvern pening
minna annars hafi verið muni bara eyða eitthvað þessu. $300 eða eitthvað, Já, þetta sem er er bara fáránlegt. næst í 4.000 kall. Já, það er bara, Þetta er alveg klika, sko. nei, bara það sem fólk geta eftir í hug, sko. Já, Svo er líka, þú varst held ég einhver búin að nefna þetta. Ef skýrþjónusta þín er hökkuð, já, þá er öll gögnin í hættu. já, nákvæmlega. Og líka bara, gögnin eru bara jafn örugg og skýrþjónustan sem þú notar. Þannig að þú þarf líka Já. svolítið að velja bara hvað þú treystir. Já, nákvæmlega. Þú þarft kannski akkurat kynnaði kannski smá fyrirtæki á þér. Það er akkurat mjög lett að setja bara nafnið á fyrirtækinu og svo dataleaks Já. inn í Google. Nei, Þá nákvæmlega. getur þú nákvæmlega að séð svona kannski hvernig þeim er búið að ganga nýlega og hvort það sé búið að vera mikið að leika frá þeim og gert svona, eða komið bara fundið svona eiginlega skýjaþjónusta sem að henda því best. Já, það er svolítið þannig. Þess að hafa alla sína kostur og galla og já, þetta er smá bara að kynna sér hvað þjónustur eru þarna í boði. Já, ég meina það eru líka alls konar fleira. Þetta er bara 3 svona helstu. Já, þetta er svona kannski helstu vandamálin sem að fólk er að lendi í oftast. Já. En já, svo var ég búin að skoða líka eitthvað varandi bara hvað þetta er aldrei að geyma á skíunni. Við vorum samt eitthvað búin að ræða þetta. Já, Það er bara þessi viðkomin persónulegu gögn. Ok, sko, sumt af þessu er rosalega það sést að þetta kemur frá Bandaríkjunum. já, nákvæmlega, ég er eitthvað að dynna Eins og sjúkraskrá eða einhver sjúkragögn já. og lagaskjöl og eitthvað. Já, þetta er ákveðið kannski hendar okkar Íslendingum ekkert eitthvað sérstaklega Nei. en þetta er samt kannski úr sér svona kannski hvers konar típur af þú ættir ekki að vera að geyma Já, þetta nákvæmlega. er smá dæmt fyrir sjálfan ákveðið bara eins og ég veit ekki hversu oft við erum búin að segja þetta en bara eða langar ekki að vel til sér þetta ekki setja þetta inn á skíð Nei, nákvæmlega. þetta er svo góð regla til að fylgja Er það ekki? Jú, bara mjög einföld Þetta er bara, Og þetta er þetta- mantran mín. já, þetta tekur 2 sekúndur til að stoppa að hugsa hvort þetta sé eitthvað sem þú vilt allir sjá eða ekki Nei, nákvæmlega. Og svo er þetta, bara myndir myndbönd. Já. Ég er búin að skrifa rosalega mikið texta um þetta en við erum bara búin að ræða þetta svo rosalega mikið. já, ég held að Og við akkurat þurfum ekki að fara inn í þetta því ég held við séum búin að ræða alla punktana já, þetta. og svo akkurat held ég aðal að þú vilt ekki vera geimin á skíum er akkurat password og pin Já. það er akkurat eða komið upp gagnarleikar og þetta fyrir allt út á netið þá er bara þetta getur verið risa hausverkur fyrir þig og akkurat eins og ég nefndi á hann félag minn í Bretlandi sem að lendi í þessu það var bara listi af bara lykilorðum sem hann er líklegur til þess að nota sem að þá er þetta búið að vera gagnarleika frá nokkrum stöðum og búið að púsla þessu saman hann og bara búið til bara heilan pakka hann bara af Já. e-mailinum sem hann notar símanúmerinn hans, lykilorðin sem hann notar Og það sem líka er svo áhugavert við þetta er bara að það er svo auðvelt að finna þessu hluti. já, Ég tek það fram ethical hackari. já, Ég sem hackari fyrir góðu gæjana. já, Bara, sko, ótrúlega auðvelt að finna mail hjá fólki. Bara eitt af auðveldast sem ég geri. já, Og ofan á það, þá er bara líka öll notendunöfn allt ótrúlega auðvelt að finna. Já. Svo, ef maður skoðar bara hjá svona 80% fólki eða eitthvað. Ef ég skoða samfélagsmiðla aðganga hjá fólki sem ég geri alltaf. Já. Það er eitt af því fyrst sem ég geri. já, Og bara finn allar helstu upplýsingar ef að fólk á börn eða barnabörn, nöfnin, afmælisdaga, já, allt já. þetta. Þá er ég komið rosalega góðan lista Já. yfir líklegum lykilorðum. Líka bara, já, þú dýr. já, það er akkurat kannski punktur hvað er hægt að gera til þess að vera öryggari akkurat með gögnin sín og geymslum gagnana á skíunum er akkurat sterk lykilorð Já. ekki gera lykilorðið heimilisfang, nafnabönnum nafnadýrum, eitthvað sem er auðvöldlega hægt að gíska þig Já, afmælisdagar, eitthvað svoleiðis þetta er bara, þetta er ein þetta verstu er svona nummer 1 og 3 getur sem að fólk akkurat kíkir á þegar að reyna að skoða password sem fólki, Já. að lykilorðið fólki sé er akkurat eitthvað svona sem að tengist þeim beint Já, og það er líka bara, þú þarft ekki að vera með lykilorð sem eru endilega rosalega flókin. Nei, alls Það er bara ekki með setningu. Já. Það er bara í rauninni að skipta meira máli að lykilorð sé langt heldur en að sé flókið. já, Og það er einmitt bara vera með setningu, kannski bara alltaf punktumilli eða byrja Já. hástaf eða eitthvað svo leiðis. Og eins og
heiminin er blár og sólin er gul eða Já, eitthvað. þetta er Það akkurat, tengist þér ekki neitt. akkurat það sem ég hef verið að gera vanlega ef ég hef verið að búa til lykilorð er bara ég horfa á hluti í kringum mig Já, og saman hér. púsla saman nokkrum orðum Já, bara og set svo eitthvað tölu aftan á og attmerki eða upprúpunarmerki eða eitthvað. já, Bæta stundum nota ég já. kannski bara einhverja tölu í staðin fyrir einhvern staf eins og, eða dollarmerki í staðin fyrir S eða Já. eitthvað svoleiðis. Akkurat mjög vinsalega er að nota ásinn í staðan fyrir ellin. Það er Já. mjög vinsælt og fjarkan í staðan fyrir aðið. Já, Svona vinsalar breytingar fyrir mann. þetta auðvildar allan að þá miklu meira líkur á að mannst þetta Já, nákvæmlega. og nákvæmlega. svo, en þetta tengist þér ekki neitt. Nei, og það er akkurat, það gerir að bara það er ekki hægt að gíska á passwordið þitt. Nei. Því að þetta er ekki eitthvað sem þú ert að ákveða eitthvað þannig séð. Þetta er bara eitthvað svona, þú veist eins og ég segi, hvernig ég vel, þetta er bara hlutir í kringum mig þar sem ég er þegar ég gerir þetta password. Já, Og svo akkurat maður enda vel út af því að maður er smá að pæla í fatturu hvað er aftur þessi hlutur og maður svona pæla hans meira kannski í leikilorðinu sínu og þá er léttara fyrir mann að muni það. nei, nákvæmlega. Það er bara, þetta er rosalega góð regla Já. að fylgja. Já. En já, þetta var fyrsti hluturinn af hvernig að vera öruggari með að geima í skíinu. Svo var það líka, já, ég ætla að minna það er komin út þáttur lykilorð. Þannig Já, að maður endilega já. með að hlusta á Já. það varandi sterk lykilorð og okkur Já, slags. nákvæmlega. En eins og við segjum í þeim þetta, þá er líka að vera með 10 þátt á auðkenningu. Já. Þetta er bara eitt af því sem bara fjölþátt á auðkenningu. Já, þetta er svo lítið, þetta er vanlega bara að tekur eitt takka til að setja upp í þessum forritum og þetta bætir svo miklu öryggi við aðgangin ákvæmlega. Af því að þetta er rauninni þótt einhver kemst að lykilorðinu þá er auka veggur fyrir aftan. Já, Þannig að nákvæmlega. einhver er kannski með hurð af lykil hurðinniðinu til þess að komast inn í íbúðana en svo bara heill veggur. Já, nákvæmlega. Þannig að Já. bara mæla innlega Þetta með... er svona bara eins og að vera með 2 lás á hurðinu sinni. Já, Það er eitthvað svolítið. fyrsta lás og það er einn annar lás Annar ennþá. flóknar lás Já, eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Svo er já, það er oft gott að dulkóða gögnin sín líka sjálfur. Ég veit Já. að rosalega fáir ég veit að margir að fara að hugsa, ég er ekki farin enn að því. Nei, sem að er alveg, maður skilur það alveg, en Já. þetta er svona, Ég verið á þeim stað. já, þetta er svona gott kannski til þess að skoða aðeins Já, fyrir sig allavega sjálfan. kynna sér aðeins. Já, sérstaklega út af því þetta er ekkert eitthvað endilega mjög flókið. Það er engin geimvísindi að dulkóða sjálfur. Og akkurat eins og við nefndum að það eru bara flott myndbönd á YouTube þetta. Já, Og svo akkurat svona auka til þess að bæta öryggi er að velja akkurat réttu svona skýjaþjónustu sem að þú getur treyst. Og það fer akkurat aftur í okkar punkt að kynna sér þessar skýjaþjónustur sjálfur. já, farin á netið og googla þess til þetta og það er akkurat mjög fínt að gera bara akkurat nafnið á fyrirtækinu og þú veist problem eða data leak. Þá getur við séð svona helstu vandamálin og getur þá kannski akkurat kynnti líka hvað þeir eru að gera með gögnin. já, Þeir segja kannski hvað þeir eru að fara að gera með gögnin akkurat, hvort að þeir séu eitthvað að snerta þau, hvort að þeir séu eitthvað að vinna með þau, notið akkurat til að þjálfa gervigreind eitthvað svoleiðis. nei, nákvæmlega. Og þetta er einmitt svona að helsta. Svo líka eins og við segjum áðan var þessi vefið bara, já, við ætlum að taka næst upp vefjar þátt. Já. Ég verð ekki í þeim þætti. Nei, þá eru fjör. Já, þannig að bara endilega hlusti svo að þann þátt til að veita meira það. En já, það er örugglega hægt að gera miklu meira. Þetta er bara svona helstu punktarnir. Já, þetta er svona kannski sem að hver og einn getur farið að byrja á núna í dag til þess að styðja sig sjálfan akkurat við öryggisafrit. Nei, nákvæmlega. En já, svona í lokin helstu gagnalegar sem hafa orðað í skíðisnumstum. Já, Ég verði að viðurkenna, ég las ekkert fyrsta punktinn. Þess vegna stendur í caps. já, ég sé það akkurat sko. Þannig að við skulum bara sleppa því að tala um það. Já, Af því ég get ekki sagt neitt um það. nei, En Dropbox, sko, þetta er allt tiltölulega gamli gagnalegar. Það hafa orðið margir fleiri. Ég bara komst ekki í það að googla meira í rauninni. já, En eins og Dropbox var hakkað árið 2012. já. Dropbox er ekki notað mikið lengur, held ég. Nei, ég held akkurat að það sé mjög mikið Dropbox er búið að detta mjög mikið út. Það er út af öllum gagnalegunum. Já, ég held að akkurat, þeir eru ekki búin að vera mjög sterkir þar. Nei. Og þeir eru akkurat búin að lenda í mörgum vandamálum og ég allavega, ég nota eitthvað smá á tímabili.
en nota það ekkert lengur. Nei, nákvæmlega. Það er sem sagt hakkari eða tölvuþrjótur, það er íslenska orðið í rauninni yfir hakkara. Hann fekk sem sagt aðgang að Dropbox notendaupplýsingunum í gegnum innbrot þriðja aðila. Já. Og hann fekk sem sagt aðgang að skrám notenda sem voru geymd á skýinu sem afhjúpaði milljónir reikninga. Já. Og svo stóli lykilorð var líka notað til þess að fá aðgang að Dropbox-reikningi starfsmanns sem innihélt verkefnaskjal með netföngum notenda. Já. Og árið 2016 þá kom ljós að þetta hafði áhrif á yfir 68 milljónir notendaaðganga. Já, mér var svo akkurat smá svona galið við þetta akkurat. Ég las smá þetta og það var einhver frá Dropbox sjálfum sem að sagði að þetta hafi bara haft áhrif á lítinn part af notendum hjá þeim. Svo aðeins neðar þá las ég að þetta voru 68 miljón notendur og það voru svona, ég held ég myndi ekki alveg að telja það sem lítið magn af notendum. En þetta er okkur aftur í það að passa sig hvað maður er að geyma inn á skýinu. Við sjáum hérna að þetta er bara starfsmaður frá þeim sem að er að geyma netfeng hjá notendum bara í skýinu. Það brotið sinna aðgangin hans og þá er þessi netfeng bara farin út á neti. Nei, nákvæmlega. Bara, já, tekur okkur aftur í það bara að passa sig nákvæmlega hvað maður er að setja inn á skýi. Svo er okkur Snapchat. Já, Snapchat. 2014. Yngri kynslóðir þekka þetta kannski mjög vel. Ég held að séu flest allir á þessu. Ég reyndar sko, ég er inn á alltaf mikið af fjölskyldugrúpum á Snapchat, þannig að eldri kynslóðarnar eru alveg að elska þetta líka. Já, ég reyndar fengið að sleppa smá þetta. Pabbi þetta treysir engum svona social media svona... Ég er hætt að gera það. Já. En ég held áfram. Ég held að hann bara búið til Instagram-akkántum daginn. Hann er aldrei inn á Facebook. Bara, þú nærið ekki í hennar mann nema þú sért með símanúmer hans. Sko, það væri draumurum minn. Já, ég er akkurat, mér langar að þetta smá mér í það, sko. Já, eina ástæðan af hverju ég held sér áfram bæði af því að ég fæ borgað fyrir að vera á samfélagsmiðlum og svo líka ég passa mig á því hvað ég set inn en ég passa líka að ég er alveg hætt að setja neinar myndir eða upplýsingar frá sinum mínum. Já, það er akkurat held ég er mjög smart akkurat og ég held að það sé ekki Það er líka búið að vera að vara við því í fréttunum. Ég held að sé ekki margir að pæla hvað í því hvað er að setja mikið af myndum akkurat af börnunum sínum og bara upplýsingum börnunum sín inn á neti. Ég pældi ekki fór að vinna við þetta, sko. Og þetta er akkurat bara það þótt þú sért að senda inn einu og eina mynd. Þú nærð að safna svo miklum upplýsingum börnin yfir langan tíma. Og getur svo, já, þetta er alveg ótrúlega. Svo er hægt að gera ljóta hluti með gervigreind og fleira. Já, þetta er bara, ég mæli alveg innilega með að sleppa því að setja myndir af börnunum sínum inn á samfélagsmiðla. Þótt ég veit að langflestir eru ekki frá að hlusta með mig og það er næginn svona samfara manna minn. En já, akkurat með Snapchat að þá var þetta er sem sagt, þá brotist í gegnum þetta, að brotist inn í þetta vegna veikleika í meðhöndlum, hvernig þeir voru að höndla gögnin frá notendum. Já. Og þetta leiddi til þess akkurat að tölvuþrjótarnir náðu að leka út myndir og myndbönd akkurat frá Snapchat og margir þekki akkurat að það eru memories á Snapchat þar sem þú getur seifa myndir sem þú tekur inn á appinu. Já. Og það var sem sagt náðu að leka fullt af svona myndum út, ég man ekki Þetta var rosalega mikið. Það sendir allavega milljónum mynda. Já. Þannig að ég held að þetta var alveg fáránlega mikið. Og með að hvað fólk er að setja inn í Snapchat hjá sér, þá örugglega ekki mjög gott. Nei. Og já, þetta varð að völdum þriðji aðili, var ekki alveg nógu öruggur og þetta fór í hakkið þeim. Já. Og þannig komast þessar myndir út á netið og maður veit aldrei hvernig það er að fara að gerast aftur. Nei, nákvæmlega. Og þetta sýnir kannski eins og með Dropbox akkurat. Þetta er ekkert endilega fyrirtækin sjálf sem eru með vandamálið eða er ekki nógu örugg. Og þetta getur alltaf verið þriðji aðili sem að þau er að treysta á. Já. Sem er ekki alveg að passa upp á sitt og þannig komast þessi leikar í gegn. Nei, nákvæmlega, það bara yfirsést einhvað. Það er rosalega mikið af hlutum sem geta farið úrskeiðis. Já, og þú veist, þetta er ekkert endilega bara kóðin sé eitthvað slæmur. Þetta getur verið bara villur í stillingum og alls konar sem að leifir sem leikum að gerast. Já. Og já, akkurat annað sem að var þessi ekki líka hérna á Facebookið, það var líka þriðji aðili held ég.
í þessu, þá var þetta eitthvað app sem var að fara þetta, en við erum allavega með annan Jú, hérna. þetta var sem sagt þriðja aðalar svona þróunaraðalar Já, báru ábyrgð. já, Það var árið 2019 já, en Facebook sem sagt afhjúpaði yfir 540 milljón skrám í gegnum óöruggar skýjakemslur. já, Og nákvæmlega, þetta innihélt gögnin svo comment, likes, reactions, notenda og tengdi þetta við notendur. já, nákvæmlega, Sem gerði það viðkvæmt fyrir utanaðkomandi aðgangi í rauninni. nákvæmlega, Og Facebook sagði sem sagt að þriðja aðilar þróunaraðilar, ég var að reyna að finna ég var að reyna að Google Translate sem sagt developers. já, Báru sem sagt ábyrgð fyrir þessari óöruggu gagnageymslu en gögnum var ekki leikið beint frá þeirra einkerfum sem sagt Facebook heldur var þetta afleiðing óviðandi öryggisráðstafana forritara sem notuðu API viðmót Facebook til að safna notendagögnum í rauninni að sækja, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta. já, þetta er þetta, Þeir sækja ákveðnar upplýsingar með þessu frá Facebook til þess að safna notendagögnum. Þetta er gert með bara alls þar. já, En þau voru að gera þetta sem sagt það vantaði einhverjar öryggisráðstafanir inn í þetta já, og þar leiðandi Já. var þessi gagnalegi. ég held akkurat með í þessu tilhefli hafi þetta verið akkurat einhver stilling hjá þeim og þá hafi þetta ekkert við kóðanir að gera og þetta var bara einhver stilling á hvernig þeir voru að gema gögnin, Já. það sem að hleypir þessu út og já, bara Þetta er svona sínum manni, maður þarf svolítið að passa sig. já, nákvæmlega og ég hef akkurat tekið því bara því meira sem að kynni sér þetta því svona akkurat eins og við erum búin að segja hérna, svona maður verður meira svona paranojar á netinu og við tölvur yfir hug sko. En þetta er fýtt balans sem maður þarf að finna það verður ekki alltaf paranojar Já. en líka ekki vera bara drullisama Nei, það er einmitt. gögnin sín og hlutina sín á netinu. Sko, það helsta þegar ég fæ þessa spurningu, það helsta sem ég segi fólk, bara stoppa að hugsa. Já, Það er nákvæmlega. einmitt bara með lykilorðin, Já, stoppa að hugsa og með einmitt hvað ætlar að geyma, stoppa að hugsa. Bara alltaf þessu. nákvæmlega. Það er bara, þú getur tekið, þú hefur 8 til 5 sekundur Já, í deginu einum til Já, þess að stoppa að hugsa. alveg 100%. Ef þetta eru það mikilvæg gögn fyrir þér, þá áttu þessar 5 sekundir akkurat til þess að stoppa að hugsa. Nei, nokkla. Ég meina svo var í fréttanum einhvern tímann daginn að Aron Kahn lendi í því að missa hvað var það. Ég held að út af einhverjum webveiðum eða eitthvað svoleiðis og misti 4 milljónir Já, þá var þetta akkurat einhver að þykjast vera söluaðili sem hann hafi verið í sambandi við Já. og senda hann á WhatsApp. Og það var akkurat, búin að taka til því að mikið er að nota WhatsApp til að senda akkurat veðar. Og maður fær líka mjög oft að koma í post, eða að koma SMS frá Guð minn postunum og almáttugur, alls ég konar er að þessi með- pakki að býja þér. Ég er með safn Já. af fyndnum webveiðum í Já. gegnum SMS. Ég er akkurat með held ég margar líka, ég er ekki mikið að panta mér á netinu, þannig ég finnst alltaf mjög skemmtilegt að fá þessi pakki að býja til mér. Nei, Ég nokkulega. vissi ekki eins og hann verið pakki á leiðinni. Svo var líka eitthvað pósturinn punktur eitthvað, skástrík is. Já, þetta er akkurat Hló mjög mikið. svona smá, við tölum þetta meira það í næsta þætti veðar, en bara svona stutt leið til þess að bara lesa hver er að senda þér þetta. Já. Það kemur oft frekar lettilega í ljós að þetta sé ekki eitthvað sem er eitthvað svona kannski raunverulegt og þetta er kemur þetta oft akkurat mjög skringilega akkurat skástrikis. Já, Það er akkurat ekki eitthvað sem að pósturi myndi vera að og líka nota. pósturinn. Já, nákvæmlega. Stafsetningin ennþá eftir að ná okkur þar, sko. Já. Stafsetningar. Það er samt alveg sko eins og ég teki eftir eins og ChatGPT er Já. fáránlega gott í Já, þeir íslensku. eru orðnir mjög klárir í því, sko. Já, sem er einmitt ekki alveg nógu gott upp á þetta að gera. Nei, nákvæmlega. En já, þetta er allavega svona það helsta sem vorum að tala varandi öryggisafrit Já. og já, við erum búin að svona draga þetta aðeins saman þannig að bara Já. muna bara að stoppa að hugsa. Ég held að það sé bara það besta sem þetta að taka úr þessu. Já, og akkurat bara kannski svona seinast að minni ykkur aftur á bara er þetta eitthvað sem ég vill að allir heimurum myndi sjá? Nei, nokkulega. Ef ekki, þá kannski ekki eitthvað besta hugmynd að vera að hendi svo skýið og hendi sér frekar á eitthvað flakkara bara sem getur heima hjá þér. Og ódýrasta lausnin akkurat við öryggisafritum er alltaf bara USB-lykill sem Nei, getur keypt upp nákvæmlega. Það er hægt að kaupa líka USB-lykla með
ótrúlega þarna miklu minni. Oft. Já, nákvæmlega. Þetta er orðið, Þetta er orðið, tæknin góð, sko. tæknin er mjög góð allavega með fyrst þegar þetta voru að koma, sko. Já. Þú getur keypt þér risastóra kuppa bara klinkela. Já, nei, nákvæmlega. Og það er hægt að kaupa þetta á Amazon, það er hægt að kaupa þetta á Temu. Já, nákvæmlega. Það er hægt að kaupa þetta í bara Elko. Ég mæli með að fara bara í Elko Já, og fleira. Já, tölvulissin, Elko, Computing Já, Business, bara þessar allar tölvubúðir nákvæmlega. sem við þekkjum öll. Já, og þetta er ódýrt þar. Já, nákvæmlega. Og þú þarft ekkert endilega stóra lykla eða þetta eru bara einhver textaskil sem þú ert að geyma. Það er aðalega að þú fer að geyma myndir þá. Já, myndbönd. Já, myndbönd, það fer að taka upp aðeins meira pláss en ef þetta er bara einhver textaskil getur bara eitthvað lítill USB-kuppur alveg meira en nú. Nei, nákvæmlega. En já, ég held við sem búin að tala allt mikið í dag. Já. Þannig að ég ætla bara að segja takk fyrir okkur og ég sé ykkur ekki næsta þætti. Nei, já, það kemur Kormákur, skemmtilegur strákur, kemur hérna með mér í næsta þátt Já. og við tölum við þar. Hljómar vel. Bara takk í dag. Já, takk fyrir.